Í verkefni 8 eigum við að finna andlögin í eftirfarandi texta. Við eigum einfallega að setja þau hornklofa og við þurfum að passa okkur sérstaklega vel á því sem kallað tvöfalt andlag. Byrjum á því að rifja upp, og eins og spurt líka þarna neðst á þessari síðu, hvers konar liður tekur sér hlutverk andlags. Það eru einungis nafnliðir sem geta orðið andlög, en auðvitað þá með öllum þeim formerkjum sem við eigum að þekkja, að nafnliður auðvitað getur verið mjög fjölbreyttur, hann getur tekið inn í sig eins og við vitum aðra liði og þess vegna með mikinn sveigjanleika og getur auðveldlega verið mörg orð. Þess vegna ekki skrítið að við sjáum hér að nærri því öll andlögin eru fleiri en eitt orð, en í grunninn, þar sem að það beðið og tilgreint að það eru bara nafnliðir sem geta orðið andlög, þá verður það grunnorð, aðalorðið að vera annarkvort fornafn eða nafnorð. Sjáum þá til dæmis hér í fyrstu málsgreininni. Hann ágirnist eigur gamla mannsins. Ef við núna skoðum fyrst umsögnina til að athuga hvort það gæti komið andlag hérna á eftir, þá getum við til dæmis nota orð eins og hestur og prófa að segi ég hann ágirnist hestur eða segi ég hann ágirnist hest? Jú, við hljótum öll að vera sammála um það að við segjum frekar hann ágirnist hest og það segir okkur þá leið að sögnina ágirnast greinilega stýrir falli á nafninu sem kemur á eftir, sama sem það greinilega andlag sem kemur á eftir sögninni að ágirnast. Þá það að athuga hvað fáum við hér á eftir. Við fáum þennan hérna samsetta nafnlið eigur gamla mannsins. Hér aðalorðið greinilega orðið eigur, út í að það væri það sem yrði að vera ef við ætluðum að hreinsa hitt út, þá gætum við svo sem sagt hann ágirnist eigur. En svo erum við þá bara að lýsa nánar þessum eigum með því að bæta við þessari eignarfallseinkunn hérna gamla mannsins. Svo þannig þetta allt saman einn nafnliður sem þá andlagið í þessari málsgrein. Í næstu hér á eftir þá þurfum við að skoða svolítið vel og getum meira að jafnvel hérna fengið tvenns konar möguleika. Að trúlofast, ef við skoðum það fyrst, þá umsögn, þá trúlofast maður alltaf einhverjum, sem sagt, svo það greinilegt maður trúlofast manni eða konu, svo það við heyrum þá vel að það greinilega þarna andlaga ræða. Það kemur ekki, nafnliðurinn kemur ekki í nefnifalli, heldur greinilega í aukafalli á eftir. Nánar tiltekið þá í þágufalli þarna. Þá þurfum við að skoða. Hér nefnilega gætum við mögulega, þetta það sem við kallum tvíræðinni, hér gætum við mögulega lokið nafnliðnum hér og látið ungu stúlkunni vera andlagið þarna, eða við gætum tekið forsetningarliðin inn og leyft honum að vera með eins og hérna í þessu dæmi. Það þýðir þá í leiðinni að við erum þá að lýsa stúlkunni með því að segja að hún til dæmis búi á efri hæðinni. Þá erum við að greina hana frá öðrum stúlkum jafnvel í húsinu. Svo þetta þá allt saman þá andlagið, sú manneskja sem hann trúlofaðist, sem varð fyrir því að hafa í hennar þágu að trúlofast honum, greinilegt andlag. Næsta þar á eftir, þar þurfum við að skoða vel tvöfalda andlagið. Þetta köllum við tvöfalt andlag og þetta þarf að vera þá greint svona í sundur, sjáu þið ekki allt saman í innan einn á sama hotklófans, heldur þarf að kljúfa í sundur af því að sagnir eins og að senda, ein þeirra og þær eru nokkrar í íslensku, þær taka annars vegar fram eða geta tekið fram hver þiggur það sem rætt og síðan hvað var sent eða gefið eða afhent og svo framvegis. Og þá sjáum við hér, þetta köllum við óbeina andlagið, það sem í þágufalli, sem að hver fékk þetta sem sent var skólastjóranum og að því að það í þágufalli þarf það líka að greina það sérstaklega frá. Hins vegar þá beina andlagið, það sem var sent, umsókn mín, umsókn mína, þá í þolfalli, þetta köllum við beint andlag og það verður líka að vera í setningunni. Sjáum nefnilega munin. Við gætum þess ekki sagt ég sendi skólastjóranum, punktur. Við gætum ekki sleppt beina andlaginu og haft bara það óbeina. Hins vegar getum við sleppt því óbeina. Ég sendi umsókn mína. Og við getum þess vegna sleppt í að segja hver það var sem tók við henni. Svo það greinilega munur, þess vegna þetta kallað beina andlagið, þolfallsandlagið og svo þágufallsandlagið kallað óbeint. Í næstu sjáum við enn eitt dæmi dæmigert andlag,
þar sjáum við einfallega að maður heilsar alltaf einhverjum, hesti til dæmis, manni, svo það greinilega stýrir þarna þágufalli og þetta þá andlagið með því, en passum okkur á því að forsetningaliðurinn getur ekki fallið inn hér út, við erum ekki að lýsa heimilismönnunum með kossi, heldur það verknaðurinn sjálfur, svo þetta væri þá andlagið þarna. Þau borðuðu gómsæta ávexti, sama má segja með sögnina að borða, að hún greinilega, eins og við kallum áhrifssögn, að því að þar kemur alltaf, ég borða hest, til dæmis, það heyrum við þar að það stýrir þolfalli þessi sögn, svo það sem maður borðar hlýtur að vera andlag og hér var þeim lýst nánar gómsæta ávexti. Að sakna stýrir líka andlagi, forvitnilega út af því að hún stýrir eignarfalli, ég sakna þín, ég sakna hests. Og þess vegna sjáum við þá líka að andlagi hér í eignarfalli. Það ekki margar sagnir sem að stýra eignarfalli, en þær eru þó nokkrar eins og til dæmis að sakna. Að undrast til dæmis mann eða hest heyrum við leið líka að hún tekur greinilega með sér andlag eða getur gert það og þá fáum við hérna dæmum andlag með þessu, aðalorðið þá ljósadýrðina en á himni greinilega að lýsa því nánar þessi forsetningaliður svo hann fer þó líka þarna með. Að flytja tekur með sér andlag, maður flytur til dæmis hest eða þá mann tekur sér með sér þolfallsandlag og þá kúsgögnin hér greinilega andlagið hér, en bara það eitt og sér út í það ekkert þarna sem að lýsa þeim beinlínis nánar. Gætum okkar vel í næstu málsgrein, þar ekkert andlag, út í að þar engin sögn sem að tekur með sér neitt nafnlið sem búið að breyta fall. Sögnin að vera, til þeim skeri það ekki, við skoðum hana betur síðar, en hún getur til dæmis aldrei tekið með sér andlag, svo það ekkert að ræða hér. Og að lokum keyrði, að keyra hest, keyra bíl, greinilega stýrir þolfalli, svo þá það bíllinn hérna, keyrði bílinn á leiðarenda, greinilega andlagið hérna.